Maðurinn nefndur. Ég þarf ekki að nefna hann, þið þekkið hann öll, þið þekkið öll til verkans, þið hafið séð myndir eftir hann. Hann, Baldvin Zóphóníasson, Baddi Zeta, kominn til mín í sófann. Vertu hjartanlega velkominn, kæri. Takk kærlega fyrir. Fer vel um þig, ertu góður? Já, ég búinn að vera eitthvað skipt fætur og reyna að finna góða stellingu, en annars ég bara mjög fínn, sko. Það rosa langt síðan ég hef hitt þig. Já, þú veist, ég veit ekki, það svo erfitt maður, 20 ár, eitthvað svona. Já, það svona alveg give og take. Það svona give og take, já. Síðan við hittum síðast. Og eiginlega ógeðslega fyndið og við vorum að tala það rétt áðan að og því að þú last inn á stuttmynd fyrir mig sem þú manns ekki einu sinni eftir. Mér finnst það svo geggjað. Mér finnst það með ólíkindum. Og ég held að það segi meira það, sko, að nú ég komin á 60-sandurinn og þú veist, nettur senilitet farið að kikka inn, þannig að ég set það þangað, sko. Já, ég bara, þú veist, no offense, sko. Nei, alls ekki, þetta er klárlega kvölkun hjá mér. En hins vegar, við vorum að rifja upp þá, eða þú að rifja fyrir mér, gamla manninum. Þetta var grínmynd, stuttmynd. Já, þetta var grín. Þetta var grínmynd að allt vont sem gerist á Akureyri kemur frá utanbæjarhyskinu. Já, talið utanbæjarmann sé að ræða. Já. Þessi mýta. Já. Akkurat. Mér fannst það eitthvað svona fyndið konsept á þeim tíma, sko. Já, sem það er. Já, það það, sko, sjálfsögðu. Þetta var svona leiði minn, sko, til að þegar ég var í framhaldsskóla, þá gerði ég stundum stuttmyndir og ég sýndi í VFMA og ég sýndi á árshátíðum og eitthvað svona. Svo var ég bara einhvern tímann beðinn að hætta þessu. Og því að það var bara svona, þú getur ekki verið að sýna þetta, þú veist, þetta var allt svo eitthvað þungt og erfitt viðfangsefni og bara þú verður að hressa upp á þetta. Ég og Jenni, vinur minn, vorum að gera stuttmyndir saman í VFMA. Þannig að ég fór að gera eitthvað svona grín í smá tíma, þangað til að ég fór að gera þetta atvinnu minni, sko. Já. Þá fór ég aftur að gera þetta alvarlega stöf, sko. Ég ætla að mynda að segja, þú prófaði þessa einu stuttmynd, horft á hún og sagt, þetta ekki fyndið, þetta ekki gaman. Já, ég hef samt einu sinni verið í handritshópi í áramótaskaupi. Já? Já. Hver fékk þá hugmynd? Var einhver sem horfði á vonarstart og sagði, þessi gaur fyndinn? Þessi gaur fyndinn, sko. Nei, ég veit ekki af hverju hann valdi mig. Þetta Gunnar Björn sem valdi mig inn í handritshópinn og þetta var ógeðslega gaman. Það var 2011, ég var bara búinn að gera óróa. En ég hafði sko leikið í áramótaskaupi hjá honum árið 2009 í einu atriði. Nei. Bara, ég er búinn að leika í einu áramótaskaupi. Seldi manni bíl, útvarpið var fast á útvarpssögu. Þetta var brandarinn, í bílnum, sko. Þá hefur þetta sameiginlegt. Ég hef einu sinni leikið í áramótaskaupi. Já, einmitt. Þá leik ég, og það var mjög fyndið fyrir mig, vegna þess að það var að gera grín að tantraþáttum. Já. Ég var svona einstaklingur sem tók þátt í einhverju tantra. Já. Og ég algjörlega grænn, þurfti aðeins að byrja, hvað er þetta? Já. Bara, hvað er að tala þetta? Svo fikk ég útskýringu, Já. Ókei. En sko, þessi viðfangsefni myndana þína, þú veist, þau eru ekki af léttari endanum. Nei. Aldeilis ekki. En þú virðist vera mjög samfélagslega meðvitaður. Ég er búinn að eiga mjög áhugaverð samtöl undanfarið þetta og því að ég hef oft heyrt út undan mér bara þetta er mynd eftir Baldvin að það hlýtur að vera eitthvað viðbjóður og eitthvað svona, allt eitthvað svona, eða þá, þetta er eitthvað mjög erfitt viðfangsefni, þetta er eitthvað sem er erfitt að horfa á og þú veist, og af hverju er ég svona dark og þessar spurningar. En mér, sko, ég segi bara á móti, ég er bara að segja sögur sem eru í raun og veru að gerast allstaðar. Það hafa allir þessa sögu að segja og núna í dag, þegar við búum í samfélagi það sem er verið að rífa þessar sögur upp á yfirborðið og það er verið að tala þetta miklu meira og þú veist, ef að fólki finnst óþægilegt að horfa á þetta, þá verðum við samt að muna það að þetta eru þær sögur sem lita okkur sem mest í dag. Þú veist, það er bara hver og einasti hefur frá einhver að segja sem hefur komið fyrir, þú veist, kynferðisleg áreitni, misnotkun og allt þetta. Þú veist, já, þetta eru erfið og vond orð, en þetta eru bara sögurnar sem eru að gera, þú veist, okkur að fólki í dag í raun og veru. Það er að segja, þetta er út um allt. Ég skal hætta að segja þessu sögur ef við hættum bara að gera þetta. Já, það er.
svo lengi sem þetta í gangi í samfélaginu, þá finnst mér ég bara bera skyldu til þess að lyfta svo yfirborðið. Já, ég hjartalega saman, ég menna bentum mér að fjölskyldu á Íslandi sem þekkir ekki einhver staðar ofneyslu eða alkoholisma af eigin raun. Akkurat. Og sjálfur hef ég verið í sálgæslunámi þar sem þú þarft að koma með þína sögu og í því ljósi þá mun ég aldrei trúa einstaklingi þegar ég spyr segðu mér nú hvað hefur komið fyrir þínu lífi? Mínu? Ekkert. Allir þessir. Það þýðir bara það verið að þannig að þetta er nánast meðferðilegt gildi margt af þessu sem þú varst að gera. Já, ég hef aldrei hugsað að ég sé að búa til einhver meðferðarúrræði eða. Nei. En mér finnst gaman að hlusta á samtöl verkin mín þar sem verið að rífast hvort það hafi eitthvað meðferðargildi eða forvarnagildi eins og Lof mér að falla. Og ég man að ég hlustaði einu sinni á útvarpsþátt það sem var bara rifist það hvort að við ættum að leyfa unglingum að horfa á myndina og svo kom í ljós í lok viðtalsins að konan sem stóð sem öskraði sem hæst að þetta ætti alls ekki að fara til unglingana hafði ekki einu sinni séð myndina. En það er allur gangur á því og ég er rosalega ánægður með þá umræðu sem þessi verk hafa skapað hingað til. Og meðvitund. Enda með þessari kommentu mínu á ég ekki við beinlínis að þetta er ömurlegt, þetta ætla ég aldrei ekki að. Ég er meira að tala þetta er svo frámunulega vel gerðar myndir. Þær eru svo frábærar. Takk fyrir það. Þær eru svo frábærlega leiknar og teknar og kliftar. Þetta eru geggjuð verk og það sem er óþægilegt er náttúrulega vegna þess að þetta triggar þig eða þú tengir við þetta einhvern þátt sem þýðir einfaldlega að það er eitthvað séð á þig sem þú þarft að vinna í. Já. Og það er það sem ég eiginlega meira sem ég á við. Algjörlega. Eitthvað í farvatninu núna? Já, það er það Í dag er ég einn af eigendum fyrirtækisins Glass River í Reykjavík og fyrir glögga Akureyringa þá áttaði sig á því að nafnið er skýrt í höfuð á ánni okkar frægu. En við erum að vinna allskynsverkefnum, erum að fara að frumsýna núna páskana sjónvarpsseríuna Vitjanir á RÚV sem ný sería sem ég er ekki leikstýra og ég er líka bara framleiðandi í öðrum verkum. Ég er með í þróun sjónvarpsseríu sem á að fara í tökur seint á næsta ári og svo er ég líka að þróa 2 bíómyndir. Önnur er karlmennsku og hin er meira í anda þess sem ég hef verið að gera. En karlmennskumyndin er mjög spennandi konsept þar sem ég er að fara borð í togar árið 1994 og ætla að taka einn túr. Right, í alvöru? Já. Ok. Og þetta er einhvern veginn, við byrjuðum þessa vegferð, hann heitir Mattías, söngvarinn í Hatara sem er að skrifa þetta með mér. Og við byrjuðum þessa vegferð á einum stað en eftir að við vorum búin að taka viðtölum við alla þessa sjómenn og átt okkur á hvað við höfðum í höndunum að þá held ég bara eitruð kallmennska, lokkarúm, stemning og hvaða afleiðingar þetta hefur. Ég held að þetta sé alveg bara skýrast og hreinasta myndir sem við höfum fundið af þessu ástandi. Er borð í togara 1994. Við erum búin að pinpointa það, hérna. Já, hér er kjarninn. Ok, þannig við býðum spenntið þessu. Svarti Sandar náttúrulega búin að ganga alveg frammunulega vel. Já, það var ógeðslega gaman. Þetta var líka þetta var smá trikk þessi sería og því að þetta leit út fyrir að vera morðgátu sería en var síðan í raun og veru bara fjölskyldudrama í tilbúningi morðgátu seríu þöggun og fjölskylduleyndarmál og við erum krossleggja fingur að við fáum að gera season 2 og því að okkur langar að klára þessa sögu sem við erum að segja hana, hún er ekki alveg búin. Ok. Þannig þið eru klárir með framhaldið? Já, við erum klárir með framhaldið, já. Okay. Þú ert ekki bara kvikmyndagerð? Nei. Þú ert náttúrulega eins og allir aðrir, þú ert með alls konar hatt á höfðunum. Já. Ég veit að þú ert með músík líka. Já, það var uppleggið mitt sem unglingur þegar ég hætti í framhaldsskóla að stofna hljómsveit og ætlaði að lifa á því. Sá ekki. Ok. Pabbi var alveg þegar ég sagði við hann bara, já pabbi, nú er ég hættur í framhaldsskóla og ég ætla að stofna hljómsveit. Hann hefði sagt, já, bara, vel gert.
Nei. Nei, það var ekki alveg það. Við stofnum hljómsveitina Toy Machine og vorum í þessu svona rock-senu í kringum aldamótin og var ógeðslega gaman og sömdum plötu, spiluðum á fyrstu Erfishátíðinu og okkur var boðið til New York og spiluðum þar á CBGBs og fyrir framan einhverja fullta stórköllum og þetta var alveg, við vorum alveg á ystu nöf að meika það og það var tilgangurinn, við ætluðum að meika það. Við bara vildum ekki neitt annað en þetta. Nei. En svo bara sprakk bandið í loft þannig upp úr aldamótum. Ok, og bara svona kortir eftir að þetta gerist alltaf. Já, svolítið, og þessi New York ferð, hún einhvern tímann verður nú mögulega skrásett, en hún mjög fyndin eftir á að hyggja. Þannig að við lögðum bara allt til hliðar, þangað til árið 2020, þá komum við aftur saman, tókum upp þessa plötu, 2 ára seinna ætlum við að gera útgáfutónleika og kveðjutónleika sem verður á Græna hattinum og í Iðnó í Reykjavík á laugardaginn. Þið eruð haldið þess að kveðjutónleika bara núna í kvöld? Í kvöld. Bara, þú ferð héðan og ferð og svo bara tel ég í. Á hvað spilar þú? Ég trommari, maður. Þú trommari? Já. Auðvitað, þú náttúrulega heldur bandinu saman. Það þannig, sko. Auðvitað. Já. Kvikmyndagerðar maðurinn við það. Já, nákvæmlega. Herðu, ég segi bara góða skemmtun á þetta. Ég rosa fegin að þið létu ekki líða önnur 20 ár fram að Jesús, bara miðað við eftir æfingunni í gær, ég hef ekki boðið í þetta eftir 20 ár, sko. Nei, það er mögulega kveðjutónleikar ekki bara hljómsveitarinnar, heldur bara sem meðlima. Herðu, góða skemmtun á þetta, kallinn minn, og takk fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Og þá hljóta að koma einhver skilaboð frá einhverjum sem að vilja segja ykkur eitthvað.